Af hverju ákváðu foreldrar þínir að flytja búferlum frá Þorvaldsstöðum að Stórási? Það er fyrsta spurningin. Já. Af því að amma mín sem bjó í Stórási var hún gömul kona og hún var með börnin sem voru eftir heima voru heilsulítil og fötluð sum. Og þess vegna vantaði nýjan húsbónda og það voru bara 2 tengdasynir til og hinn var eldri og hún var fyrst boðin í jörðin en hann kærði sig ekki að skipta, var á næsta bæ og þá var komið til pappa og hann náttúrulega sá það og vissi að þetta var miklu stærri og meiri jörð í Stórási heldur á Þorvaldsstöðum þar sem við bjuggu áður. Ég voru búin að búa, pabbi og mamma voru búin að búa þar í einhver 5-6 ár. En það er einhver saga, þú varst mjög ung þegar það var flutt. Ég var 30 mánaða þegar þessi ákvörðun var tekin, átti 2 eldri bræður og þetta var, ég held ákveðið nokkuð skyndilega og þetta var, það þurfti að fara að hluta yfir Hallmundarhraun og það var góð kona þarna á næsta bæ sem reiddi mig og hef ég heyrt og strákarnir hafa nú verið stærri og þurfti ekki að fara yfir á? Jú, það var farið fyrst yfir hluta af Hallmundarhrauni og síðan var farið yfir Hvítá á Barnafossi, Barnafossbrú. Segðu mér, hvernig var heimilisháttum hagað í Stórási þegar ungu hjónin fluttu þangað? Stórási átti heita verið eintómt gamalt fólk því að amma sem sagt bjó þarna með fjórum börnum sínum held ég og þau voru öll eitthvað meira minna felluð en afi var aftur dáinn. Það voru 9 manns fyrir þau komu og þau hafa náttúrulega strax fengið neðri hæðina en gamla fólki var allt upp í baðstofunni og 9 samankomin þar. En þið segðu mér, þið systkinin, hver var elstur? Okkur systkinum? Já. Andrés var elstur og hann fæddur 1919 og svo var Magnús fæddur 1921 og svo kem ég 24, Helgi 27 og Steinunn 28. Já. En nú var þetta kirkja og kirkjugarður þarna við. Já. Var kirkjugarðurinn voru menn ekkert óttaslegnir eða börn voru það ekkert óttaslegin við kirkjugarðinu? Voru börnin ekkert óttaslegin við kirkjugarðinu eða þá sem það voru? Það er svo kirkjugarðinu var eiginlega beint fyrir hinum megin hlaðið, aðeins til hliðar við gamla bæinn, en maður var alltaf að hlaupa þetta var ekkert en kirkjan var svolítið tilbaka, hafði reyndar áður verið inni í miðjum kirkjugarðinum, það var það torfkirkja, en svo var hún rifin og afi byggði þessi kirkjusmennir í Stórási og ég var stundum svolítið myrkvelin að fara út í kirkju og hvernig það var dimmt og hún hefur kannski verið skuggaleg. En kirkjugarður var þarna beint á móti, maður var alltaf á hlaupum. Já.
Hvar hittirðu Andrés? Já, hitt Andrés. Ég var svo lengi að kynnast. Hann var vinsæll í saumaklúbbnum. Já. Hann átti bíl og gat keyrt þær heim á kvöldin. Og þær gátu kveðist á þarna, það var skemmtilegt fólk þarna. Þetta má segja að þetta sé svona saumaklúbbssamband. Það saumaklúbbshjónaband. Ég hafði alltaf því. Ég var nú stundum búin að segja honum að hann hefði getað valið betur í hann hérna. Þær voru svo oft í Reykjavík allan veturinn, þessar vinkonur mínar. Já. En ég var ekki bara tíma. En ekki var það samt, endaði svona. Já. En var ekki farið á böll? Ha? Var ekki stundum farið á böll í bænum? Jú, einu sinni fórum við 2 skólasystur á ball í Gúttó og klæddum okkur upp í peysufötið, upplut held ég, voða fínar. Já. Það var bara ansi gaman okkur að bóða upp. Já. Nei, það var ekki, jú, einu sinni fórum við allur hópurinn, líka það sem voru nú í sveitin, á Hótel Sögu, fengum okkur að borða og þá kom Gussi sem kallaður var, hann var ljósmyndari, tók mynd af okkur og svo myndir einhver stað til. En svo fékk hann strax lóð þarna upp á hæðinni, hann var svo mikið fyrir að hafa gott útsýni sem var líka mjög gott. Nú síðan var bara byggt og þetta var, Andrés lagði voðalega miklu minni í þetta sjálfur, en hann fékk menn samt til að steypa upp. Já, húsið var alveg steypt. Og svo var verið að pússa stofuna og eldhúsið. Eldhúsið kláraði spjöld, það var mjög gott eldhús. Já. Og svo byggum við hann í nokkur ár og án þess að væri neitt gert með efri hæðina. Man nú ekki hvenær sem fluttum upp. Helgar elsti var hún bara 53, Já. svo Heiða 55 og Kristján 57 og þá erum við flutt inn. Já. Já. Svo kemur Kolbeinn. 61. Og svo allir 66. Já.